Bíóparadís opnar 2010 og Regnboginn sem áður var hér, kvikmyndahús, var að leggja niður laupana. Og þá komu öll fagfélög kvikmyndagerðarmanna til og mikið af fólki bara allstaðar hérna sérstaklega hérna úr Reykjavík, til þess að stofna nýtt listrænt bíóhús, Bíóparadís. Og það opnaði 2010. Okkar sérstæða er að við erum með skólasýningar hérna í bíónu og til dæmis í dag þá allt fullt af fólki hérna á öllum skólastigum að koma og horfa á klassískar og flottar listrænar evrópskar kvikmyndir og íslenskar. Og við erum með íslenskar kvikmyndir, við erum með heimildakvikmyndir sem eiga sér náttúrulega kannski ekkert rosalega stórt heimili í bíóhúsum landsins af því að það mjög sjaldgæft að heimildarmyndir fari í almennar sýningar og hvað þá íslenskar. Þannig að við erum bara heimili íslenskar kvikmyndagerðar og svo erum við líka að sýna klassík og við erum með alls konar, við erum með svarta sunnudaga og svartir sunnudagar eru köld klassík kvöld með Hulgi Dagsinni og Sigurjóni Kjartanssyni og Sjón. Páll Óskar var með í fyrra en hann var svo önnum kafinn að hann gat ekki verið með núna en við erum að sýna bara algjöra köld snilld, öll sunnudagskvöld. Við erum með klúbb sem heitir Bíóparadís klúbburinn og þegar Bíóparadís opnaði á sínum tíma að þá fyllti hér liði mikið af velvilda fólki sem að safnaði meðal annars þessum borðum og þessum stólum hérna og máluðu hérna veggina og skreyttu hérna sjoppun okkar og svona og bara ég elska Bíóparadís klúbburinn hétu þau. En við ákváðum að grípa nafni á lofti og bjóða upp á sérstök klúbbkort til sölu. Það að segja, ef þú kaupir klúbbkort þá færðu 12 sýningar á verði 9 sem mjög vel gert. Þú getur fengið eina bíósýningu í mánuði, færð fullt af afsláttarkjörum hérna bæði í sjoppunni og í öllu því sem við erum að selja hér. Boða á frumsýningar sem æðislegt af því að stundum þá bjóðum við kvikmyndaleikstjórum til landsins eða við erum með sérstakar for- og frumsýningar með íslensku kvikmyndagerðarfólki eða erlendu. Þannig að þetta rosa gaman að geta boðið klúbbfélögum á þetta. Við hófum leikinn þetta árið og erum með fyrstu íslensku barnakvikmyndahátíðina. Þar sem að opnunarmyndin okkar var frönsk mynd sem við talsettum. Það hefur aldrei verið íslenskt listrænt bíóhús á Íslandi fyrir að Bíóparadís opnaði 2010. Og þetta skiptir svo miklu máli að það hálfa er nóg.